Góðan daginn. Ég ætla eins og einhver gerði hérna fyrir morgun að afsaka hálsbólguna. Hún virðist vera að ganga víða þessa dagana. Anita heit ég, starfsmaður á Síldarminjasafninu á Siglufirði. Einhverjum mögulega veltaði fyrir sér hvað starfsmaður á safni hefur málefni skemmtiferðaskipa að segja. En þannig það ofta á litlum stöðum að það er samvinna á milli stofnana, þannig að það er samvinna á milli safnsins og sveitafélagsins markaðssetningu á höfninni. Þannig að það hefur verið í mínum höndum að markaðssetja Siglufjarðarhöfn sem ákjósanlegan viðkomustað skemmtiferðaskipa. En hverjir eru viðkomustaðirnir þegar við hugsum skemmtiferðaskip á Norðurlandi? Það eru þá fyrst og fremst Akureyri sem hafði eins og við sjáum 86 skipakomur á síðasta ári. Grímsey með 18 heimsóknir, Siglufjörður með 19 og Húsavík með 10 heimsóknir á síðasta ári. Svo setjum þarna spurningamerki við Sauðárkrók því að ég sá tilkynningum það að stjórnsýslan þar hafði samþykkt á fundi í síðustu viku að leggja af stað með markaðsátak í rauninni til þess að koma Sauðárkrók inn á kortið sem viðkomast að skemmtiferðaskip á Norðurlandi. Og mér finnst áhugi Skagafjarðar bera það með sér að sveitafélög sjáu aukinn tækifæri í því að taka á móti skemmtiferðaskipum og það sé almennt áhugi á þessum hluta ferðaþjónustunnar. En til gamans, Edvard nefndi það einmitt áðan að skemmtiferðaskip hefðu komið lengi til Íslands. Þetta er fyrsta skipi sem kom til Akureyrar og ég reikna það með því að þetta sé fyrsta skipi sem heimsótti Norðurland. Skip byggt árið 1888 og hét Oceana og kom hingað árið 1906. Hérna sjáum við tölur yfir fjölda skemmtiferðaskipa á Akureyri og Grímsey. Þetta eru sameiginlega tölur en Grímsey bætist við svona á síðari árum. Við sjáum að þetta eru 25 ár sem tölurnar spanna. Í upphafi þetta á bilinu 15 og upp í kannski 20-30 skip. En svo sjáum við stórt stökk síðastliðin 2 ár. Og það er ekki bara Akureyri sem upplifir þetta stóra stökk, heldur hafnir víða land. Og það hefur rauninni með breytingu á stærð skipanna að gera. Þau eru fleiri og þau eru smærri. Og þannig sjáum við sambærilega þróun til dæmis á Siglufirði sem hefur reyndar tekið á móti skipum í skemmri tíma heldur en Akureyri. En fyrsta skipið var skráð hjá okkur árið 1999 en þið sjáum að stökkið okkar er líka stórt eins og hér á Akureyri og það er vegna þess að það eru fleiri smærri skip og það gefur smærri höfnum kost á að taka á móti skipunum. Við á Siglufirði til dæmis og víðar annars staðar í litlum höfnum, við getum ekki tekið á móti 3000 farþegaskipum, bæði vegna þess að við höfum ekki afþreyingu eða bólmagn til að þjónusta alla þessa farþega. Og svo það bara landfræðilegar ástæður, skipin geta ekki siglt inn firðina eða lagt að bryggju. Það í rauninni þessi 2 þættir sem að spila þar stórt hlutverk. En það má kannski taka það fram að Siglufjörður hefur ekki í rauninni verið markasettur sem viðkomustaður skemmtiferðaskipa fyrr en árið 2010 og þar eftir. Þannig að fram að því vorum við að fá á bilinu 0, 1, 2, 3 skip og það var í rauninni svona bara skemmtileg viðbót og eitthvað sem var þá að eigin frumkvæði skipafélagana. Þessar tölur fékk ég frá Pétri Ólafssyni hjá Hafnasamlagi Norðurlands og þetta sýnir okkur tekjur Hafnasamlagsins hér af komum skemmtiferðaskipa síðastliðin 15 ár. Á síðasta ári hafði höfnin hér á Norðurlandi eða Akureyri Grímsey 146 milljónir í tekjur af komum skemmtiferðaskipa. Og það ber að nefna að inn í þessum tölum eru ekki í rauninni þau gjöld sem skiluðu sér fyrir olíu eða kost sem að skipin hafa tekið og keypt. Þannig að það er eitthvað sem bætist ofan á þessa tölu. Þannig að síðastliðin 15 ári ef við leggjum saman þessa tölur þá er þetta nærri því milljarður sem að skipin hafa skilað hafnasamlaginu í hafnargjöld og aðra tekjur og það er það án þess að upprekna fyrri upphæðir til núverandi verðgildis. Þannig að í raun má kannski tala hærri tölu. Hérna koma nokkrar svona skemmtilega staðreyndir, en að meðaltali fara tæplega 60% farþega hér á Norðurlandi í skipulagðar skoðunarferðir og það eru þetta mjög misjafnt hlutfalli á milli hafna. Það er almennt mun hærra í smærri höfnum eins og Siglufirði til dæmis. En fyrir þá farþega sem kom í land á Akureyri hefur Mývatn reynst vinsælast og þar á eftir Goðafoss og svo Akureyri sjálf. Fyrir þá farþega sem kom í land á Siglufirði hefur Síldarminjasafnið reynst vinsælast. Þar á eftir þjóðlagasetur eða söguganga bæinn með leiðsögumanni. Hér ég með tölur áætlaða eyðslu farþega. Þessar tölur koma á rannsóknum Peters Wild
og áætluð eyðsla farþega í höfnum hér á Norðurlandi eru 865 milljónir miðað við árið 2015. Áætluð eyðsla áhafnar eru 80 milljónir og svo eru tekjur hafnanna það bil 165 milljónir af komum skipana. Efnahagsleg áhrif á komum skemmtiferðaskipa til landsins voru á síðasta ári talin vera 6 milljarðar. Við getum tekið þriðjung þeirrar upphæðar til okkar hér á Norðurlandi miðað við þann farþegafjölda sem skila sér hingað og því áætlað að samtals efnahagsleg áhrif á Norðurlandi af komum skemmtiferðaskipa og veru farþegana í landi séu 2 milljarðar. Og þá hafa kannanir sýnt það að komur skemmtiferðaskipa skapi nærri 240 heilsársstörf á landinu. Og ef við gerum ráð fyrir því að við getum skipt þessu eins og fjármagninu sem deilist á landi, það að segja að þriðjungur skili sér hingað norður, þá getum við gert ráð fyrir því að það séu 80 störf sem skapist hér á Norðurlandi í sambandi við móttöku skemmtiferðaskipa. Og svo eru hérna tölulega staðreyndir frá síðasta ári fyrir Akureyrarhöfn, en skipakomunnar alls voru 104, þar af 86 hingað til Akureyrar og 18 í Grímsey. Þetta eru rétt rúmlega 72.000 farþegar, Edvard nefndi áðan 100.000 farþegar í Reykjavík, þannig að það má segja að það sé þá það bil 70% sem skilir sér hingað norður á Akureyri. Það er ágætis nýting á skipunum eins og sést að því að það eru 88% bókunarhlutfall í skipin. Og hérna sjáum við að 58,35% fóru í skipulaga ferðir frá Akureyri og þá verið að tala þetta sem selt borð í skipinu. Það eru það íslenska ferðaskrifstofur sem þjónusta skipin og bjóða upp á afþreyingu, skipuleggja og selja hana. Og það þá hérna rúmlega 58% sala í þeim tölum, en Pétur hjá Hafnasamlaginu sagði mér að áður hefði þessi tala verið svona 65–70%. Hún hefði lækkað undanfarin ár og það sé í rauninni skýringa að leita til internetsins til dæmis. Fólk leitar sér upplýsinga og jafnvel kaupir sér engaferðir áður en það leggur á stað í siglinguna, skipuleggur sjálft hvað það vill gera í landi á hverjum stað og svo þetta hefur aukist framboð af sölu og afþreyingu bara í rauninni á hafnakantinum. Fólk getur gengið frá skipinu og keypt afþreyingu á bryggjunni í rauninni. Þannig að það vantar þær tölur inn í þessa prósentutölu. Þannig að ég myndi segja að það auðvitað mikið stærra hlutfall sem fer í skipulaga ferðir en það ekki endilega allir sem kaupa þjónustuna borð í skipinu. Og svo hérna skemmtilegt að sjá að Þjóðverjar eru fjölmennastir, af 72.000 eru þeir 26.000. Þar á eftir eru það Bretar og Bandaríkjamenn, en í heildina voru það 86 þjóðarnir einstaklingar frá 86 þjóðum sem komu hingað til Akureyrar með skemmtiferðaskipum á síðasta ári. En svo það spurningin, hvar liggja tækifærin? Farþegarnir, eins og var lýst hérna áðan, þeir ferðast í raunum á fljótandi hóteli. Þeir eru búnir að leggja út fyrir gistingu, fyrir fæði, fyrir þrifum og öðru slíku og þeim jafnvel séð fyrir útivistabúnaði og hluthafafatnaði og öðru slíku. Þannig að það ekki að vænta mikillar sölu í gistingu, í mat eða öðru slíku til þessara aðila. En þá hefur líka verið bent á að þessir aðilar eru ekki að koma til Íslands til þess að fara í verslunarferð og eyða því væntanlega kannski ekki miklu í Glerártorgi þegar þeir koma til Akureyrar. En þeir kaupa minjagripi og annað smálegt til þess að taka með til minningar til síns heima. Farþegar skemmtiferðaskipa sigla landið í þeim tilgangi að kynnast landinu betur, upplifa landið á sama hátt og fjöldi annarra ferðamanna sem koma hingað til landsins, til dæmis með flugi. En þeir eru að leita afþreyingu, náttúru, sögu, söfnum og þar fram eftir götunum og eru tilbúnir til þess að eyða töluverðum fjármunum í þeim tilgangi. Þannig ég myndi segja að flest tækifæri liggi innan þess geira sem að selur afþreyingu þegar við hugsum skemmtiferðaskipin. Svo auðvitað skilaðu góðum tekjum til hafna og þar með sveitafélaga eins og við sjáum á tölunum frá Akureyri á síðasta ári. Ferðaþjónustufyrirtækin auðvitað held ég hafi þetta sé þeim mikið keppikefli að þjónusta þessi skip eins og við sáum á súluritinu áðan þá eru þetta stóri skipadagar og fleiri þúsund mann sem þarf að þjónusta samdægurs og allir greiða uppsett verð fyrir þjónustuna. Þannig að það lítur að skipta miklu máli að halda vel utan það og sjá til þess að fólki sé í rauninni ekki ráfandi með bæjarkort, heldur fari í skipulaga ferðir og njóti landsins þannig. Við höfum svolítið verið að tala minni hafnir og minni skip.
En mikil fjölgun hefur verið að koma smærri skipa til Íslands og það hefur líka verið mikil fjölgun síðastliðin 2 ár í hringsiglingum Ísland. Þá ekki endilega verið að selja Ísland sem hluta af annarri leið, heldur bara siglt hringinn Ísland og fólk jafnvel kemur fljúgandi til Reykjavíkur og fer þar borð í skip og flýgur svo aftur heim frá Reykjavík. Og þessi þróun hefur haft þau áhrif að minni hafnir víðsvegar landið hafa fengið aukið vægi og möguleika á að taka á móti stærra hlutfalli þess skipaflota sem siglir hér í kringum landið á sumrin. Siglufjörður gott dæmi litla höfn sem hefur annmarka gagnvart stærri skipa, bæði vegna lengd hafnarkants og dýptar við kantinn. En við höfum upplifað mikla aukningu síðastliðin 3 ár og heimsóknirnar þær hafa í rauninni ekki kallað á nýframkvæmdir, þær hafa í rauninni ekki kostað höfnina, heldur þær í rauninni bara kærkomin viðbót við það starf sem fer fram á höfninni eins og í þjónustu við fiskiskip til dæmis. Þannig að móttaka skemmtiferðaskipa þarf ekki endilega að kalla á fjárfrekar framkvæmdir, heldur getur hún vel verið viðbót við það sem fyrir Mér langaði svolítið að taka Siglufjörð sem dæmi af því að ég eðlilega þekki það best og það gaman að fjalla litlu hafnina líka, að sjá önnur sjónarmið en bara Akureyri og Reykjavík til dæmis. En eins og ég sagði áðan, þá vorum við að fá svona 0 til 3 skip árlega framan af og eftir árið 2010 var farið að markaðssetja staðinn sem viðkomustað fyrir skemmtiferðaskip og við sjáum mikinn vöxt, fórum úr 3 í 6 og þaðan í 19 á 3 árum, þannig að þetta hefur verið mjög örvöxtur. En það sem við gerðum til að byrja með varðandi markaðssetninguna, það verður að koma okkur í samband við þetta litla samfélag, krússamfélag eins og það oft kallað. Þannig að við gengum til liðs við Cruise Iceland, þar sem þeir aðilar sem hafa hag af komum skipana til landsins hafa samvinnu. Við gengum í Cruise Europe á síðasta ári til að reyna að færa okkur ennþá lengra út og gera okkur sýnilegri. Við höfum tekið þátt í sýningum erlendis, myndatengsl við bæði skipafélög og ferðaskrifstofur, þau tengsl eru mjög mikilvæg og svo gott samstarf milli hafnanna á landinu, þannig að þó það sé viss samkeppni þá þetta mikið samstarf sömuleiðis. En á Siglufirði liggja nú fyrir framkvæmdir við höfnina þá að endurnýja hafnabryggjuna, hún komin til ára sinna og rúmlega það og þar með lengist kanturinn okkar í 160 metra og dýpið verður 9 metrar í stað rétt rúmlega 6 eins og staðan í dag. Þannig að þetta opnar algjörlega nýja vídd fyrir Siglfirðinga í móttöku á farþegaskipum og skemmtiferðaskipum. Þannig að við sjáum fram á það að mögulega getum við farið að fá óskir frá stærri skipum það að leggja að bryggju hjá okkur. En það dugar ekki að vera bara með góða höfn eða standa í markaðssetningu, heldur grundvallaratriði að innviðirnir séu sterkir og samfélagi séu í stakk búið til þess að taka á móti þeim farþegum sem borð í skipunum. Sömuleiðis nærsamfélagi hér, það ekki bara Akureyri sem hefur hagnað að skipakomum hingað, heldur það í raun Norðurlanda allt því að þetta fólk fer í rútur og keyrir oft frá Akureyri og sem dæmi má nefna að Síldarminjasafnið hefur lagt sig fram við það undanfarin ár að bjóða dagsferðir frá Akureyri, til dæmis þegar koma 3000 manna skip til Akureyrar, þá erum við ægilega glöð ef við fáum eina rútu á Síldarminjasafnið þar sem við getum kynnt fyrir farþegum sögustaðarins og Saltafjörður síld og boðum upp á brennivín og dans og gert okkur glaðan dag. Þannig að það liggja víða tækifærin en fyrst og fremst meðal þeirra sem að selja afþreyingu fyrir gestina. En þó að fjöldi heimsóknanna hafi vaxið hratt síðastliðin 3 ár hjá okkur á Siglufirði, þá það ekki þar með sagt að við getum slappað af eða lagt árar í bát og haldið að við göngum að einhverju vísu. Heldur liggur fyrir mjög mikil vinna og hún fyrst og fremst núna að mínum mati snýst að styrkja innviðina. Því að með þessum nýja hafnakanti, eins og ég sagði, þá möguleiki á komum stærri skipa og þá verðum við að vera í stakk búin til þess að þjónusta aukinn fjölda, gesta og ferðamanna á stuttum tíma því að oft stoppa skipin ekki nema í 4, 6 eða 8 tíma, það misjafnt. Mjög algengt í minni höfnum 4 til 5 klukkustundir og þá þarf að nýta tíman vel. Þannig að við getum sagt að þarna liggi saman í rauninni bæði annmarkar og tækifæri því að þessir annmarkar skapa tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila á staðnum. Ferðaþjónusta á Siglufirði snýst ekki bara Síldarminjasafnið þó að líklega 90% skipafarþega farið þangað eins og staðan í dag. En það í raun vegna þess að aðrir aðilar hafa lítið haft sig í frammi við að koma þjónustunni sinni á framfæri og við það að sækja þessa farþega.
En það alveg ljóst að þeir ganga ekki upp að dyrunum hjá þér og banka og spyrja hvort þú hafur eitthvað í boði. Heldur verður fólk að sækjast eftir því að selja þjónustuna. En ég held að fjölbreytt úrval afþreyingar og góð dreifing farþega styrki stöðu í raun allra hafna hér á landi sem viðkomustöðar fyrir skemmtiferðaskip, því að það getur reynst mjög varhugavert að fara að þolmörkum hvað fjölda varðar, eins og stundum höfum við heyrt í umræðu Mývatn, Gullfoss, Geysi og svo framvegis. Þannig ég held að það sé ferðaþjónustunni á Norðurlandi keppikefli að vinna saman að því að vanda úrval afþreyingar og gæði þeirra þjónustu sem við bjóðum farþegunum upp á og í raun öllum ferðamönnum. Og það ætti að vera okkar lykilmarkmið að senda alla hamingjusama og ánægða heim með dvölina. Þá held ég láti máli mínu lokið. Takk fyrir.